fyrrverandi forseti Íslands frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi rektor Sveinbjörn Björnsson, prófessor og allir góði gestir. Ég býð ykkur hjartalega velkomin á 5. fyrirlestur í fyrirlestrarröðinni Vísindi á mannamáli, sem efnt til að frumkvæði Lífvísindaseturs Háskóla Íslands og Líffræðistofu Háskóla Íslands. Ég heiti Inga Þórsdóttir og forseti heilbrigðisvísindasviðs skólans. Í dag flytur Dr. Bjarnheiður Guðmundsdóttir vísindamaður erindi þróun forvarna gegn bakteríusýkingum í fiski. Rannsóknir Dr. Bjarnheiðar eru stórmerkilegar frá vísindalegu sjónarhorni. Þær eru einnig mikilvægar séð frá sjónarhorni atvinnulífsins. Fiskeldi er í miklum vexti á heimsvísu og helmingur fiskafurða kemur nú úr eldi. Og það er því gríðarlega mikilvægt að þróa öflugar forvarnir gegn sjúkdómum sem geta herjað á fiskana. Dr. Bjarnheiður fékk akademiska titilinn vísindamaður árið 1999. Hún starfaði á rannsóknardeild fisksjúkdóma og tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að keldum árin 1986 til 2014. Hún er nú kennslustjóri framhaldsnáms við læknadeild. Bjarnheiður hefur verið hópstjóri á Lífvísindasetri Háskólans frá árinu 2011 og aðjunkt við læknadeild 2002 til 2014. Bjarnheiður hefur leiðbeint doktorsnemum og meistaranemum og rita fjölda vísindagreina. Bjarnheiður lauk BS-gráðu í líffræði frá Raunvísindadeild Háskóla Íslands árið 1972, B.Ed-gráðu frá Kennaraháskólanum árið 1981 og árið 1997 lauk hún doktorsprófi í líf- og læknavísindum frá Læknadeild Háskóla Íslands. Fyrirlestrarröðin er sem sagt að frumkvæði Lífvísindaseturs og Líffræðistofu. Markmiðið er að varpa ljósi á það hvernig vísindamenn háskólans reyna að afhjúpa leyndardóma náttúrunnar og hvaða þýðingu vísindarannsóknir hafa fyrir daglegt líf fólks og fyrir atvinnulífið. Gjörðu svo vel, Bjarnheiður. Ég þakka Ingu Þórsdóttur innilega fyrir kynninguna. Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, Sveinbjörn Björnsson, fyrrverandi rektor og ágætu gestir. Ég ætla að fjalla hér rannsóknir á sýkingamætti bakteríu í fiski. Og hvernig slíka rannsóknir eru undirstaða vistvænna forvarna til að fyrirbyggja sjúkdóm. Ég hef leitt þær rannsóknir sem ég greini frá en margir hafa tekið þátt í að vinna þær. Nokkrir meistar- og doktorsnemar við Háskóla Íslands eiga þar drjúgan þátt og doktorsnemi við Háskóla í Greifswald í Þýskalandi kemur einnig við sögu, auk innlendra og erlendra samstarfsaðila. Ég mun í erindinu fjalla sýktan fisk en mig langar að taka það strax fram að það er mjög gott heilbrigðiseftirlit með eldi lagadýra á Íslandi og þeim heilsast almennt vel. Eldisfiskur er því holl og góð fæða. Fiskeldi er sú fæðuframleiðsla sem er í mestum vexti á heimsvísu og helmingur fiskafurða kemur nú úr eldi eins og Inga sagði áðan. Vöxtur fiskeldis hefur verið 9% á ári í yfir 3 áratugi og spár gera ráð fyrir enn meiri aukningu, sérstaklega í Kína. Umhverfisþættir, næringaframboð og sjúkdómar takmarka framleiðni í fiskeldi og afföll vegna smitsjúkdóma eru áætluð vera 10% á heimsvísu. Ekki er ásættanlegt að nota sýklalyf til að meðhöndla bakteríusjúkdóma lagadýra vegna þeirra ógnar sem að sýklalyfjaþolnum bakteríum stafar og því er afar mikilvægt að til séu umhverfisvæna forvarnir sem hægt er að beita gegn sýkingum. Á Íslandi jókst framleiðsla afurða fiskeldis 20% á síðasta ári miðað við árið á undan og gert er ráð fyrir mikilli aukningu í eldi laxfiska, það er að segja lax, bleikju og regnbogasilungs á komandi árum. Íslendingar eru stærstu bleikjuframleiðendur í heimi
og einnig spáð að aukning verði í eldi senegalflúru sem ný tegund í eldi hér á landi. Reiknaði með að 40% aukning á slátruðu magni frá fiskeldi verði frá árinu í ár til ársins á árinu 2015 meðan við árið í ár. Styrkleiki fiskeldis á Íslandi meðal annars fólginn í því að hér eru afföll vegna smitsjúkdóma mun minni en meðaltalið á heimsvísu sem 10% eins og ég greindi frá áðan. Alvarlegi veirusjúkdómar hafa til dæmis aldrei greinst hjá íslenskum eldisfiski. Auk framleiðslu á eldisfiski til slátrunar þá Ísland stærsti útflytjandi laxahrogna í heiminum. Laxalús vandamál í sjókvíaeldi og efni sem notuð eru til að aflúsa lax eru ekki vistvæn. Hrognkelsarseiði eru sólgin í laxalús og iðin við að tína hann af laxinum. Nú í gangi á Suðurnesjum tilraunaframleiðsla á hrognkelsarseiðum til að nota við að aflúsa lax í sjókvíum. Þetta gott dæmi þróun á vistvænni aðferð til að meðhöndla sýkingar sem lýs geta valdið í fiski. Góðar forvarnir gegn því að smitsjúkdómar komi upp í fiskeldi eru mjög mikilvægar fyrir afkomu atvinnuvegarins, eins og ég alltaf að segja. En alvarleg afföll eiga sér þó aðeins stað þar sem sýkill og hýsis koma saman í umhverfi sem styður sýkingu. Ég set þetta upp hérna sem mengi. Það að það eru 3 mengi sem eru umhverfi hýsill og sýkill og svo sniðmengið litað rautt en það sjúkdómur. En mikill þéttleiki fisks og aukinn fjöldi tegunda í eldi eru áhættuþættir fyrir sjúkdómsfaraldra. Undirstaða öflugra sjúkdómsvarna þekking á eðli sýkilsins og samspili hans við hýsilsinn. Góð umhirða eldisdýra í hagstæðu umhverfi alltaf besta forvörnin, en smitvörnin sem felast í því að hindra aðkomu sýkils eða með sótthreinsun eru líka mjög mikilvægar. Sýkingavörn getur líka falist í því að óvirkja sýkingahæfni sýkils. Ósértæk örvun á ónæmissvari eldisfisk með efnum eða bætibakteríum getur verið góð forvörn, en bólusetning eldisfisk sú aðferð sem reynst hefur árangurríkasta forvörnin gegn sýkingum nokkra algengra baktería og veira og til dæmis undirstaða þess góða árangurs sem náðst hefur í eldi laxfiska. En það misjafnt hvernig gengur að bólusetja mismunandi fisktegundur gegn mismunandi sýklum. Þróun sýkingamáttur bakteríu byggir á eiginleikum hennar til að lifa og fjölga sér í hýsli sínum og til þess notar hún sýkiþætti sem eru hennar vopn, en hýsillinn sem í minni umfjöllun fiskur hefur ónæmiskerfi sem hans vopnabúr. Það því mikilvægt að greina þá þætti bakteríunar sem gegna hlutverki í sýkingu og myndun sjúkdóms, en það líka mikilvægt að greina boðefni sem ónæmissvar fisksins byggir á. Ónæmissvari reynir að útrýma sýklinum, en tekur líka þátt í myndun sjúkdóms. Framleiðslu sýkiþátta bakteríunar og þátta sem að taka myndun í ónæmissvari stjórnað á mjög skipulegan hátt hjá viðkomandi lífveru og það því mikilvægt líka að þekkja í hverju sú stjórnun fólgin. Við þróun bóluefna mikilvægt að finna mótefnavakar eru þættir nefndir sem geta myndað sértæk mótefni í hýsli og við þróun bóluefna mikilvægt að finna mótefnavaka sem mynda ónæmisminni og verndandi ónæmissvar. Það eru 4 mismunandi aðferðir notaðar við að bólusetja fisk sem alla hafa sína kosti og galla. Ákjósanlegasta aðferðin fyrir fisk í stórum eldiskvíum eða töngum að hafa bóluefnið í fóðri.
Hins vegar hefur ekki enn tekist að þróa slík bóluefni sem gefa góða vörn. Dýfing í bóluefnislaust með böðum þar sem bóluefni blandað út í eldistankin aðferð sem hentar vel, sérstaklega fyrir lítinn fisk, en gallinn sá að það aðeins hægt að nota þessa aðferð til að bólusetja gegn fáum sýklum. Sprautun í kviðarhol sú aðferð sem mest notuð og hefur gefið bestan árangur. Ókostirnir eru hins vegar þeir að það þarf að svæfa fiskinn og bólusetningin vinnufrek. Sprautubóluefni innihalda nær alltaf ónæmisglæði, en það efni sem örvar ónæmiskerfi dýrsins á ósértækan hátt og ýtir þannig undir myndun á sértæku ónæmisminni. Vel þjálfaður 4 manna hópur getur bólusett 5.000 laxaseiði á klukkustund og víða ennþá verið að bólusetja handvirkt. En það hafa líka verið þróuð tæki til að bólusetja, en gallinn bara sá að það hendir stundum að stöku fiskar vilja sleppa í gegnum tækin án þess að fá bólusetningu og eru þá óvarðir fyrir sýkingu. Næst ætla ég að segja frá því að lax og þorskur svara bakteríusýkingum á ólíkan hátt. Smásjárskoðun á sýktum vef hjá laxi, eins og hér sýnd, að þetta bakteríuþyrping inn í milta og í kringum bakteríuþyrpinguna sjást blæðingar og vefjaskemmdir. En ef við lítum í sama vef hjá þorski, þetta milta hjá þorski, og hérna hefur myndast bólguhnúður sem lokar bakteríuþyrpingar af frá öðrum frumum í vefnum, og með sértækri litun hægt að sýna að það eru bakteríur sem eru inni í bólguhnúðnum, og hérna eru þær sýndar litastar rauðar. En þetta mjög ólíkt hjá þessum 2 tegundum af fiski, og ég ætla aðeins að fjalla nánar það, því það hefur heilmiklar afleiðingar fyrir forvarnir. Við höfum gert tilraunir til að bólusetja mismunandi fisktegundir gegn helstu bakteríusjúkdómum sem hafa komið upp í íslensku fiskeldi, ýmist með tilraunabóluefnum eða markaðssettu fiskabóluefnum. Bólusetning skilaði almennt góðum árangri hjá laxfiskum, lúðu og sandhverfu. Hins vegar skiluðu tilraunir til að bólusetja þorsk misjöfnum og oft engum árangri. Árið 2011 birti norskur hópur vísindamanna rannsóknarniðurstöður sem sýndu að þorskur hefur ónæmiskerfi sem ekki getur myndað ónæmisminni gegn mótefnavökum sem eru prótein. En sýkiþættir margra baktería eru einmitt prótein. Þessi vanhæfni þorsksins við að svara bólusetningu hefur hins vegar leitt til þess að mjög hefur dregið úr þorskeldi og einnig veitingu fjármagns til rannsókna á þorski. Það væri hins vegar áhugavert að rannsóknum á ónæmissvari þorsks yrði haldið áfram til að leiða í ljós hvernig hægt að efla forvarnir í þorskeldi. Ég ætla nú að fjalla rannsóknir okkar á bakteríu sem veldur kílaveiki bróður í mörgum tegundum af fiski og sýkir allar tegundir sem reyndar hafa verið í íslensku fiskeldi. Sjúkdómseinkenni og næmi fyrir sýkingu eru mjög misjöfn eftir fisktegundum og á latínu heitir þessi baktería Eramonas salmonicida og af undirtegundinni Acromogenes, en ég ætla bara að kalla hana bakteríuna okkar í fyrirlestrinu, því að þetta nafn svo mikið tungubrjótur. Bakterían okkar, hún grammneikvæð, en slíka bakteríur hafa frumuvegg með 2 frumuhimnum sem eru aðskildar af millifrumulagi, og á yfirborði bakteríunar þá eru ýmsir þættir sem hjálpa henni að festast og loða við hýsilfrumur, og hjá okkar bakteríu
prótein sem mjög ríkjandi á yfirborðina sem heitir alaxprótein sem mjög mikill mótefnavaki og hefur verið greint sem mikilvægur sýkiþáttur fyrir þessa bakteríu. En bakterían hún framleiðir prótein í umfruminu og hún þarf að koma út úr frumunni og til þess þá notar hún sérstök seitikerfi. Eitt af stóru skröfunum í okkar rannsóknum var þegar við einangruðum eitraðan próteinkljúf úr seiti bakteríunar og við köllum þennan próteinkljúf ASAP1 af því að hann var fyrsti próteasi sem var einangraður frá þessari bakteríu. Bakteríutoxín eru prótein sem sýkjandi bakteríur seita og eru eitruð fyrir hýsilinn í mjög lágum skömmtum. Framleiðslu slíkra próteina alltaf sterklega stjórnað hjá bakteríunni því það ekki hennar hagur að drepa hýsilinn sem fyrst. Toxín stuðla að sýkingu og myndun sjúkdóms með því að skeðma hýsilvefi og með því að óvirkja ónæmisvörn hjá hýsilsins. Margar merkar uppgötvanir í lífvísindum og læknavísindum hafa byggst á rannsóknum á eðli og virkni toxína. Við höfum sýnt að ASAP1 próteinkljúfurinn öflugt bakteríutoxín. Eituráhrifin eru metin sem 50% banaskammtur og í laxi banaskammtur ASAP1 aðeins 0,03 mikrógrömm en svona til að lýsast þessu magni að þá 1 gramm jafnt og 1.000.000 mikrógrömm, svo þetta afskaplega lítill skammtur. Skammturinn var 60 sinnum hærri í mús en samt mjög lágur, en þessi baktería, hún sýkir aðeins fiska en ekki spendýr. Rannsóknir okkar á því hvernig framleiðslu á ASAP1 toxíninu stjórnað leiddi okkur svo inn á þá braut að skoða samskiptakerfi baktería sem nefnt þéttniskynjun og stjórnar genatjáningu í samræmi við bakteríufjölda. Bakteríur það geta ýmist vaxið í svifvexti eða í skipulegum bakteríusamfélögum sem eru kölluð örveruþekja eða bíófilma og bakteríur sem vaxa í bíófilmu eða örveruþekju þær hafa aukið þol gegn sýklalyfjum og það oft mjög erfitt að útrýma þeim. Auk þess hefur verið sýnt fram á það að þetta kerfi hjá bakteríum, þessi þéttniskynjun, að hún stjórnar oft sýkingamætti baktería. Því áhugavert að reyna að finna leiðir til að hindra þéttniskynjun, bæði til þess að auðvelda hreinsun á bakteríuþekjum, örveruþekjum, eins og í matvæleiðnaði og eins til þess að reyna að rjúfa sýkingamáttin. Við notuðum tæki sem nefnist massagreinir til þess að greina hvaða sameind eða sameindir bakterían okkar notar í þéttniskynjun. Og niðurstöður sýndu okkur að hún framleiðir aðeins eina gerða sameind, þetta svona boðsameind fyrir þéttniskynjunarkerfið og ég ætla aðeins að lýsa því betur á eftir hjá okkar bakteríu, en þessi boðsameind sem við greindum hjá okkar bakteríu heitir C4 homoserin lactoin og þessi sameind lík hormónum hjá spendýrum sem að spendýr nota í ýmsum boðskiptum í sínum kerfum. Þéttniskynjun hjá okkar bakteríu, hún fer þannig fram að það ensím sem að nefnt ASA-I sem hvetur nýmyndun á þéttniskynjunar boðsameindum og þær flæða út úr frumunni, svo þegar að bakteríufrumunum fjölgar að þá eykst þéttni þessara sameinda og þær taka flæða inn í frumuna aftur á ný og ef að þær hitta sameind sem heitir ASA-R og tengjast henni þá virkjast hún og virkjunin leiðir til þess að gen sem eru undir stjórn þessa kerfi eru tjáð og tjáningin leiðir til þess að
að það prótein sem þetta gen er byggingagen fyrir, að það er framleitt af bakteríunni. Og þetta er mjög öflug stjórnun því að yfirleitt er þetta ensím að því er stjórnað að þéttni skynjuninni, þannig að þetta verður öflugt kerfi sem magnast. Og ég er að segja ykkur þetta að því ég er að tala um forvarnir og ég ætla núna aðeins svo að koma að því hvað þéttnisskynjunin gerði hjá bakteríunni okkar, hvernig hún hafði áhrif á sýkingamáttin og eins hvernig við gátum hindrað hana. En til að skoða hvaða eiginleikum þessi þéttnisskynjun stjórnar hjá okkar bakteríu, að þá útbjuggum við stofn þar sem var búið að fella út genið fyrir þessu ensími ASA-E. Og þetta var gert með erfðafræðilegum aðferðum og stofninn sem ekki var færum, sem ekki hafði genið, hann framleiddi ekki heldur boðsameindina, þéttnisskynjuna boðsameindina. Og þá langaði okkur að skoða hvaða áhrif hefur það á eiginleika bakteríunar, að hún getur ekki lengur verið með þéttnisskynjun. Og ég veit að ég er að fara hérna svolítið djúpt í ákveðna hluti fyrir þá sem að ekki hafa bakgrunn, en það eru líka aðrir hérna sem hafa meiri bakgrunn, þannig ég tek þessa sögu svona með. Og hérna er ég að sýna ykkur aðeins eiginleika sem að bera saman eiginleika sem bakterían sem búið var að eyðileggja þéttnisskynjunina hjá og bakterían og upprunabakterían höfðu. Við fundum það að þéttnisskynjunin stjórnaði sýkingarmætti bakteríunar því við þurftum 20 sinnum meira af bakteríum til að sýkja fisk ef að við vorum búin að eyðileggja þéttnisskynjun. Við gátum líka mælt að þéttnisskynjunin, hún stjórnar framleiðslunni á toxíninu, ASAP1, og einnig á öðru toxíni sem er bakteríueitur og á myndun á brúnu litarefni. Þið sjá hérna 2 bakteríuræktir. Þessi rækt inniheldur stökkbreyttarstofnin og framleiðir ekki litarefni, en þessi rækt, hún framleiðir brúnt litarefni og er upprunastofnin. Hérna erum við svo með, svona til að taka ykkur aðeins dýpra í vísindin, að þá er þetta gel sem búið er að lita prótein á með sérstakri silfurlitun og við erum með seyti stökkbreyttu bakteríunar í línu 1, en í línu 2 erum við með seyti frá upprunabakteríunni og með aðstoð starfsfélaga okkar á Raunvísindastofnun þá gátum við sýnt fram á að mörg af þessum próteinum hérna eru einmitt sýkiþættir og þið sjáu greinilega að ASAP-toxinið er framleitt í miklu meira mæli hjá upprunastofnunum og eins þetta frumueitur heldur en hjá stökkbreyttarstofnunum. Og einnig að þá er framleiðsla á ýmsum öðrum próteinum miklu meiri hjá upprunastofnunum. Þannig þarna er þetta kerfi, þéttnisskynjun, að hafa mikil áhrif. Og því fannst okkur áhugavert að kanna það hvað við gætum gert með að eyðileggja þetta kerfi. Þessi boðsamskipti og við fengum efni frá rannsóknarhópi í Kaupmannahöfn sem að prófessor Mikael Gifskov stjórnar og prófuðu nokkur efni í mismunandi þynningum og það efni sem gaf okkur mestan árangur, það er kallað HEPS og þið takið eftir endanum á nafninu C4HSL, það er sama og okkar boðsameind heitir. Þetta er þessi efni sem er líkt boðsameindinni en það hefur þá virkni að það bindur ASA-R-sameindina án þessa virkjana og þannig hindrar það þéttnisskynjun. Og við fundum styrkleika efninu sem að gat hindrað þéttnisskynjun en hafði ekki áhrif á vöxt bakteríunar. Og það er áhugavert að hindra sýkingarhæfni bakteríunar en ekki vöxt hennar, því að þá getur ónæmiskerfið greint einhverja þættinnar og brugðist við og það er ólíklegra að það myndist þol gegn þessu efni. Það væri því mjög áhugavert að taka þessar rannsóknir lengra og prófa að meðhöndla kílaveikibróður í fiski með efnum sem hindra þéttnisskynjun. En þannig rannsóknir eru nú í gangi með sýklar sem sýkja menn eins og þar sem að verið að meðhöndla sjúkdóma, þar sem að sýklalyfja þolna bakteríur eru
sýkillinn og það mikill áhugi hjá vísindamönnum fyrir að rannsóknum á þéttniskynjun og hindrun hennar. Ég ætla þá að yfirgefa þéttniskynjunina og fjalla nánar ASAP1 toxínið. Það skiptir miklu máli fyrir okkar rannsóknir að við gátum sýnt fram á mótefni gegn ASAP1 toxíninu veittu laxi vörn í sýkingatilraun. Það gerði hins vegar ekki mótefni gegn A-lagspróteininu sem ég sagði okkur frá áðan að væri á yfirborði hjá þessari bakteríu. En það líka gaman að segja frá því að mótefni sem voru mynduð í laxi veittu laxi betri vörn heldur mótefni sem voru mynduð í kanínu og það skýrist á því að fiskar og spendýr hafa ólík mótefni. Þetta skrítin mynd en við til að skoða betur áhrif ASAP1 toxínsins í sýkingu að þá var útbúin stofn af bakteríunni og nú ég að tala ASAP1 toxínið þar sem var búið að slá út byggingagen fyrir þetta toxín og síðan prófuðum við í sýkingatilraunum að sýkja fisk með upprunastofnunum og þessari ASAP1 neikvæðu bakteríu. Og þá fengum við svolítið áhugaverða niðurstöður og hérna sjáum við sýni úr laxi sem búið að sýkja með þessi lax, þetta sama myndin bara aðeins í meiri stækkun hér. Hér bakteríuþyrping í hjarta á laxi sem var sýkt með upprunabakteríunni og við sjáum vefjaskemmdir í kringum bakteríuþyrpingarnar og þessi fiskur hann deyr úr blóðþurrð því að toxínið okkar það veldur miklum blæðingum. En aftur fiskurinn sem var sýktur með bakteríunni sem ekki hafði toxínið að þar óx bakterían nær óhindrað í vefnum og þegar maður skoðar þetta nánar þá athyglisvert að sjá að það eiginlega engar breytingar í frumum vefsins umhverfis bakteríuþyrpingarnar þannig að það ekki nein íferð af frumum ónæmiskerfisins, ekkert ónæmissvar sjáanlegt. Þannig það eins og að ASAP1 toxínið gegnir þetta greinilega miklu hlutverki og hefur mikil áhrif á ónæmissvarið hjá hýslinum því það eins og ónæmiskerfið það sjáu ekki bakteríuna sem búin að missa toxínið. Og þetta fannst okkur áhugavert til þess að skoða nánar hvað á bak við þetta. Svo við fórum í það að gera svokallað örflögugreiningu og nú ég komin út í svolítið flókin fræði en örflögur eru notaðar til að kanna tjáningu gena og örflagan sem við fengum hún hefur genaraðir úr 16.000 genum sem öll tengjast ónæmissvari hjá laxfiskum. Og við einangruðum síðan erfðaefni úr vef hjá laxi sem ýmist var, þetta var reynda bleikja fyrirgefiði, sem var ýmist sýkt með upprunastofninum eða þessum stofni sem ekki framleiddi toxínið og skoðuðum svo tjáningu á genum sem á þessari flögu. Og það kom í ljós mjög greinilegu munur á fiski sem var sýktur með þessum mismunandi tveimur bakteríustofnum. Þannig þarna var greinilegt að ASAP1 toxínið, það hafði mjög mikil áhrif á ónæmissvarið. Og til þess að skoða það svolítið dýpra þá völdum við 14 gen og ég hef voða gaman af því að tala íslensku og segja að við notum próf sem við kalla magbundin rauntíma kjarnasýrumögnun. Þetta svona íslenska þýðingin á þessu prófi. En það próf, það sýndi líka að þetta toxín var að hafa mjög mikil áhrif á ónæmissvarið. Og þess vegna þetta þáttur sem áhugavert að nota til að byggja forvarnir og þróun forvarna á. Ég var líka búin að segja áðan að mótefni gegn þessu toxíni, þau höfðu verndandi áhrif, þannig að þarna komin áhugaverður þáttur til að nota í bóluefni. Ónæmissvar, það byggir á mjög flóknu samspili efnabóða og niðurstöður okkar leiddu í ljós ýmsar nýjar upplýsingar ónæmiskerfi hjá bleikju sem ég ætla ekkert að ónæmissvar hjá henni í sýkingu og ég ætla ekki að fara út í það en minnast aðeins á það. Við greindum, við fengum niðurstöður
sem að geta verið mikilvægar fyrir þróun forvarna eins og til dæmis það hvernig hægt að örva svokallaða CC-flakkboða, en það eru þættir sem samhæfa samspil efnaboða ónæmiskerfisins. Og svona CC-flakkboðar eru líka til hjá spendýrum og mönnum. Toxoíð er afeitrað toxín sem er mótefnamyndandi. Og ég ætla að endurtaka þetta. Toxín er eitur en toxoíð er prótein, er toxín sem búið er að afeitra en það getur samt mynda mótefni. Það er mjög erfitt að afvirkja ASAP1-toxínið með svona aðferðum eins og hitun eða efnameðhöndlun. Þess vegna var ráðist í að afvirkja þetta toxín með erfðafræðilegum aðferðum og það var gert með því að framkalla markvissar stökkbreytingar í virkniseti toxínsins. Og það voru útbúnir fjögur mismunandi toxoíð-prótein sem voru byggð á breytingum í aminosýrum sem voru í númer 309 og 294 í aminosýru röð þessa próteins. Í líftækni að þá eru sérstaklega útbúnir stofnar af bakteríunni E. coli sem mér þykir alltaf mjög vænt síðan að ég í fyrstum skrefum mínum sem líffræðingur vann hjá prófessor Guðmundi Eggjasyni við rannsóknir á erfðafræði E. coli. En þannig að þessar bakteríur eru sérstaklega útbúnar til að framleiða prótein í miklu magni. Við gerðum tilraunir til að framleiða toxínið okkar í slíku kerfi en það gekk ekki því toxínið var einfaldlega of eitrað fyrir E. coli. Þess vegna, en hins vegar, þá gátum við framleitt toxoíð-próteinin í þessu kerfi. Við gátum framleitt toxoíð-prótein í E. coli-kerfinu. Þrívítarbygging próteina og þekking á henni, þrívítarbyggingin er mjög mikilvæg fyrir virkni próteins. Og þess vegna er afskaplega mikilvægt að þekkja þrívítarbygginguna. Og þegar að þrívítarbygging er greind, þá þarf að kristalla próteinin. Og til að kristalla prótein, þá þarf að framleiða það í miklu magni. Og okkur tókst að framleiða toxoíð-prótein í nægilegu magni til að hægt væri að kristalla það. Og hérna sjáum við tvær mismunandi kristallagerðir sem eru að mismunandi toxoíð-próteinum. Það var svo og þegar búið var að kristalla þau, að þá var hægt að greina þrívítarbygginguna og hana ætla ég að sýna ykkur hérna. Hérna dansar ASAP1-próteinið, þetta er þrívítarstruktúrin og í miðjunni sjáum við virknisetið, það er zinkmólekúl sem er nauðsynlegt fyrir virkni próteinsins og þessi stúlka hérna sem heitir Senija Bogdanović og var doktorsnemi við Moritz Arndt háskólann í Greifswald. Það var hún í sínu doktorsverkefni sem að greindi þessa þrívítabyggingu og við vorum í samvinnu við hana og útvegunum prótein og framleitum fyrir hana próteinin. Ég ætla þá að lokum að segja frá því að með aðferðum erfðatækninnar að þá er búið að útbúa stofn af bakteríunu okkar sem seytir toxoíð í stað toxínsins. Og það er mikilvægt, það er seytir toxoíð en ekki toxíni og við notuðum þennan bakteríustofn til að búa til tilraunabóluefni. Og við bólusettum bleikju, einn tilraunahópurinn fekk tilraunabóluefnið okkar en annar, hann fekk fjölgilt, það er 5-gilt bóluefni sem er markasett og mikið notað í fiskeldi og síðan fekk einn hópurinn ónæmisglæði sem er í báðum bóluefnunum, bæði okkar og fjölgilda bóluefninu, en 4. hópurinn fekk svo bara dúa, eða svona enga vörn. Í tilraunasýkingum
sýndum við svo fram á að bóluefnið okkar sem var byggt á þessum eina bakteríustofni, það veitti jafn góða vörn og markasetta fjölgilda bóluefnið. Og það svolítið skemmtilegt að það þekkt að fjölgild fiskabóluefni, og ég glemdi að segja ykkur hvað það er þá bóluefni sem ver gegn fleiri en einum sýkli. Og í þessu bóluefni, þetta bóluefni ver gegn 5 mismunandi sýklum, þetta alfa-ject 5-3. En það þekkt að fjölgild bóluefni, þau veita almennt betri vörn heldur en eingild bóluefni. Og þess vegna er áhugavert að nota stofnin okkar til þess að nota hann sem þátt í fjölgildu bóluefni og prófa síðan að bólusetja fleiri tegundir af fiski og skoða hvaða áhrif það hefur. Nú að lokum að þá hef ég hér verið að tala samskipti hýsils og sýkils, en þeim má líkja við spretthlaup, og ef sýkillinn vinnur þá verður sjúkdómur. Í dag eru flesta bakteríur ónæmar gegn einhverju sýklalyfi. Umhverfisvænar forvarnir eins og bólusetning eru því afar mikilvægar til að fyrirbyggja sjúkdóma, bæði í matvælaframleiðslu og heilsugæslu. Það líka brýnt að nýja leiðir til að meðhöndla bakteríusjúkdóma verði þróaðar og þar er hindrun á þéttniskynjun hugsanlega valkostur. Ég hef hér verið að fjalla forvarnir í fiskeldi og hýsil-sýkil samskipti bakteríu og fisks. En það getur líka verið módel fyrir rannsóknir á bakteríusjúkdómum í mönnum. En grunnurinn sem lagður hann þarf að vera traustur og gagnreyndur og líta verður á alla áunna þekkingu sem vörður á leið sem oft löng og oft þá skortir þolinmæði og skilning þannig að hægt sé að leiða vagnin sem sagt í áfangastað. Eða eins og sagt í Lilju sem allir vildu kveðið hafa, varðar mest til allra orða, undirstaðan sé réttileg fundin. Rannsóknaraðstaða okkar hefur fyrst og fremst verið á tilraunastöð Háskóla Íslands að Keldum, en víðtæk innlend og erlend samvinna hefur verið í þeim verkefnum sem ég hef lýst. Helstu samstarfsmenn mínir á Keldum í þeim rannsóknum sem ég hef verið að fjalla voru vísindamennirnir Bergljót Magnadóttir, Sigríður Guðmundsdóttir, Stefán Ragnar Jónsson og Valgerður Andrésdóttir. Hlutverk nema hefur verið stórt og alveg sérstaklega skemmtilegt og fleiri hafa komið við sögu sem ekki verið getið en bara þakkað. Og ég vil þakka stofnunum fyrir starfsaðstöðu og samstarfsfólki og nemum samvinnuna og sérstakar þakki fá líka rannsóknarsjóðir fyrir veittar styrki en án þeirra hefði ekkert orðið. Og ykkur þakka ég einlega fyrir áheyrnina. Takk. Takk fyrir frábæran fyrirlestur, Bjarnheiður, og nú sem sagt alveg opið fyrir spurningar. Það eru meira að segja hér eiga að vera mikrofónar ef fólk vil taka til máls. Já, þarna Jónur. Einhver sem vil bauna spurningu á Bjarnheiði. Kannski þetta var allt svo skýrt og skilmerkilegt. Já, gjör svo vel. Sæl, þannig að þú talar að ónæmiskerfi laxa og þorska verður mjög ólíkt. Er ónæmiskerfi þorska þá lakara heldur en laxana eða í villtri náttúrunni sem sagt? Þorskur er afskaplega frísk skepna í sínu náttúrulega umhverfi en ónæmiskerfi hjá þorski það hefur þróast á ólíkan hátt og það eru sem sagt fyrir afar löngu. Þá greindist sem sagt þróunarferillinn
í sitt hvora áttina og þorskur hefur afskaplega merkilegt ónæmiskerfi sem að við gætum lært mjög mikið af ef við þekktum betur. En því miður að þá hefur stórdregið úr rannsóknum á því kerfi og ég get líka sagt ykkur frá því að við Íslendingar eigum einn helsta sérfræðing í ónæmiskerfi þorsks sem Bergljót Magnadóttir og ég held að hún sé hérna, það ekki Bergljót? Já, takk fyrir. Fleiri spurningar? Það sem sagt þá þannig að það bara standandi vandræði í þorskeldi. Þetta með að við höfum enga lausn í raun og veru. Ég held að það hvað dregið hefur út þorskeldi sé að þar eigi það stóran þátt að það gengur illa bólusetjan. Og nú langar mig að ég sé að það svolítið að fiskeldismönnum hérna og þeir geta svara þeirri spurningu mikið betur en ég fyrst og fremst fræðimaður og ekki svo nátengt atvinnugreininni. Valdimar, myndið þú segja okkur eitthvað? Þetta verður bara stutt það alltaf eitt að þorskurinn er alltaf villt dýr og áður en sagt að vera með arðbært eldi þá er alltaf kynbætan í ár og jafnvel áratugi og það er eftir og svo annað sem er alltaf stórt vandamál að hann deyr í of miklu mæli og til þess að koma í veg fyrir það þá eru bólusetning mjög mikilvæg og kannski því miður þá geta ekki haldið áfram með þessar rannsóknir en ég ætla kannski að spyrja ykkur hérna að því engar svona rannsóknir í Noregi, þeir eru líka alveg hættar. Það hefur allavega stór dregið úr þeim en hins vegar þá vitum við að þorskur hefur ónæmisminni en hins vegar þá greinilegt að það þarf aðra leiðir til að vekja það og ég held að það sé afskaplega mikilvægt að það verði stór átak í rannsóknum til þess að þekkja leiðina til að vekja ónæmissvar hjá þorski, en hún ekki þekkt. Mér sýnist við hafa fengið að skjóta á þig öllum helstu spurningum. Þú getur vel verið og fáir ekki frið hér fram á eftir, en ég vil þakka ykkur kærlega fyrir komuna hérna í dag og vekja athygli á því að fyrirlestrarröðin Vísinda og mannamáli mun halda áfram og næst mun væntanlega Gunnar Þór Hallgrímsson, dósent við líf- og umhverfisvísindadeild, flytja erindi. Loka dagsetning ekki alveg komin en hún kemur bara núna í vikunni eða strax eftir helgi og ég bið ykkur bara að vera vakandi fyrir því og þið eru auðvitað öll hjartalega velkomin hér á næsta fyrirlestur í röðinni. Og svo langar mig til þess að bjóða ykkur að staldra við og njóta hádegisressingar hérna fram á pallinum. Takk ykkur fyrir.